Nú eru framkvæmdir ansi þungar upp við kvennadeildina. Við erum þar náttúrulega að halda áfram með tengiganginn sem frá Barnaspítalanum út í meðferðarkjarna. Auk þess erum við líka byrjuð á tæknigangi sem mun liggja frá meðferðarkjarna og upp með kvennadeildinni, milli Kringlu og kvennadeildar og upp að sjúkrahóteli. Þannig að það svæði í kringum kvennadeildina það orðið mikið athafnasvæði þar og það hefur breyst talsvert mikið svona umferðarflæði þar. Núna einstefna á því svæði frá bílastæðunum og upp í áttina að sjúkrahóteli og Barónstíg. Það ekki hægt að keyra frá Barónstígnum og niður á bílastæðin sem eru fyrir neðan gamla spítalann. Þessi tæknigangar og þetta tekur svolítinn tíma og við verðum í þeim framkvæmdum núna í vor og fram í svona miðjan júní. Þá erum við að áætla að það róist svolítið á því svæði. Þá erum við búin með þennan lagnaskurð sem við erum búin að vera í núna eiginlega alveg frá því við byrjuðum framkvæmdirnar sem liggur alveg með frá gamla spítala og kvennadeild og barnaspítala og síðan þessi tengigangar, þá er því lokið og við erum að fara í þann yfirborðsfrágang og þá kemst svolítið ró á það svæði til svolítið langs tíma og við erum svona svolítið að konsentrera okkar vinnu eftir það í meðferðarkjarnagrunninum. Eins og við höfum alltaf sagt að þessi vetur núna, hann verður krefjandi bæði fyrir sjúklinga og starfsmenn en við erum svona sjá fyrir endan á því þegar það fer að hylla undir sumarið að við hættum að vera að taka alltaf einhverja bílastæði og breyta umferðarflæði og þetta verður svona svolítið meira status quo á svæðinu.